Hérna höfum við kafla rafala, ég ætla rétt að renna yfir ákveðin atriði í þessu. Við erum með flokkun rafvéla. Þið eruð náttúrulega með þessa töflu eða þessa mynd í bókinni. Veit ég hvort ég get aðeins stækka þetta hérna upp. Hérna rafvélarnar þær skiptast í rafstraumsvélar, jafnstraumsvélar og skrefmótora og svona gróft. Og í rafstraumsvélunum það skiptast í spennubreyta, samfæsavéla og ósamfæsavéla. Og við fjöllum allavega ekki jafnstraumsvélar í þessum áfanga mikið, heldur bara rétt aðeins varðandi að það er einn rafali sem er jafnstraumsrafali fyrir segulmagnastraum, en það er mjög lítið. En reyndar er það er allstraumsmótor sem við tökum líka sem einfasamótor inn í, og hann er bæði jafnstraums og rafstraums. Þess vegna sjáum við það er línur bæði úr jafnstraumsvélum og rafstraumsvélum yfir í allstraumsmótorinn. Síðan höfum við samfasavélar og ósamfasavélar. Þetta eru einfasa og þriggja-fasa rafalar og bæði einfasa og þriggja-fasa mótorar sem við höfum tekið fyrir. Og í ósamfasavélum, samfasavélar, fyrirgefið, það er bara þriggja-fasa mótorar sem eru samfasavélar. Þeir eru þá með pólhjóli, þessir mótorar. Og hægt að segulmagna snúðin. Þetta er bara þriggja-fasa, ekki einfasa. Og hins vegar í ósamfasavélum, þar eru við bæði með skammhlaupsmótora, bæði einfasa og þriggja-fasa skammhlaupsmótora. Og í ósamfasavélum þá erum við með sleiturhyggjamótora sem eru náttúrulega á undanhaldi vegna þess að hraðastýringar eru að taka yfir meira og meira notkunarsvið þeirra. Það sem að sleiturhyggjamótor þeir eru með undnum snúð, þetta eru mjög dýrir mótorar og hafa verið notaðir í lyfturum, gámaðalifturum og slíkur til dæmis. Og þannig að þetta er svona yfirlitsmynd yfir þessa mótora eða rafvélar, segi ég, og síðan skulum við vinda okkur yfir í samfasa vélarnar, þriggja-fasa rafalana. Og fyrsta myndin af því er hérna þar sem við erum með eitt pólpar, bara norðurpól og suðurpól, og við sjáum hér er byggingin þannig að við erum með pólhjóli sem að spanar upp spennu í sátrinu með því að hreyfa segulsvið fram hjá leiðara, þá spanast upp spenna og straumur, og plásið inni í sáturjárninu sem að er kallað nótir, þar liggja spólurnar, og hér er kallað spóluhlið hérna á ofanverðu og hinn spóluhliðin er þá á neðanverðu. Og við sjáum ef við snúum þessu pólhjóli einn hring að þá fáum við fram eina sveiflu. Einn hringur gefur okkur 360 rafmagnsgráður. Þannig að við sjáum það hérna. Þetta er eitt pólpar og ef við snúum eitt snúning að þá fáum við 360 rafmagnsgráður og við þurfum að snúa þessu 360 vélræningráður til þess að fá 360 rafmagnsgráður. Og til þess að framleiða 50 riða spennu með þessu eina pólpari þá þurfum við að snúa rafala 3000 snúninga á mínútu sem að er gert til dæmis í gufuaflstúrbínum. Þær eru svona hraðgengar. Og síðan skiptist þetta stærðin aftur hérna niður ef við erum eins og hérna til hliðar 4 póla eða 2 pól pör, að þá gefur einn snúningur okkur 720 gráður og við þurfum að snúa þessu 180 vélræningráður til þess að við fáum fram 360 rafmagnsgráður. Og
þennan rafala erum við með til þess að rafala 2 hérna inni sem var á 1500 snúningum á mínútu til þess að framleiða 50 rið. Og það var þriggja-fasa mótor sem við hraðastýringu sem var að snúa þessum mótor sem var aflvélin fyrir þennan rafala. Ok, og síðan heldur þetta áfram. Handstýrði rafalinn sem við erum með inni, hann svo 6 póla og við sjáum hérna líka að sko póldeilingin, ef við förum yfir það líka, að þegar við erum með 2 póla þá bilið á milli norðurpóls og suðurpóls hérna 180 gráður. Þess vegna er póldeilingin 180 gráður hér. En í 4 póla eða 2 pólpara rafala þá erum við með 90 gráður á milli norðurpóls og suðurpóls og það kallað póldeiling, 90 gráður. Síðan, þegar ég ekki mynd af fleiri gerðum en í 6 póla eða 3 pólpara rafala eins og við erum með hérna þessum handstýraða hérna inn í stofu 106, að þar eru 60 gráður á milli norðurpóls og suðurpóls eða póldeilingin 60 gráður í þeim rafala. Og ef við snúum honum einn snúning þá fáum við 1080 gráður, rafræna gráður, og við þurfum að snúa honum 120 vélræna gráður til þess að fá fram 360 rafrænar gráður. Og hann á 1000 snúningum á mínútu til þess að framleiða 50 rið. Þannig að þessi 2 rafalar hérna inn í stofunni, þeir snúast hratt til þess að framleiða 50 riða tíðni. Og svo getum við haldið áfram með þessa töflu, þess að hérna nokkur skref hérna niður. En ég held að þið séu búin að átta ykkur á megin atriðum í þessu. Og við skulum bara halda áfram með glæðurnar og hér bara skilgreining á póldeilingu. Þetta sem sagt að sýnt hérna ein póldeiling fjarlægðin milli póla, til dæmis á pólhjóli eða sátursbóla eða í sátreinu. Og síðan hvað gerist í sátreinu, það myndast þessi 3-fasa reiðspenna sem við fáum út frá tengibretti mótorsins og það eru 120 gráður á milli fasana. Sem sagt að það þegar að fyrsti fasin fer í gegnum núllpunktinn hérna, þá kemur næsti fasi sem gæti verið að feitna eftir 120 gráðum seinna í gegnum núllpunktinn og svona gerist þetta á koll á kolli. Og sem sagt síðan aðeins varðandi bygginguna, sem sagt sátrið, þetta við sjáum hérna í sáturjárnið og í nótirnar og hér svona dæmi það hvernig þetta er sett upp, þið þurfum ekkert að kunna þetta utan að alls ekki og bara til þess að sjá þetta fyrir sér, hvernig þetta lítur út það bil. Að hér eru fullt af spólum sem liggi í sátrinu sem spannast upp spenna og straumur í og sem pólhjólið spannar upp og við erum með hérna segulspólur, það jafnstraumur sem fer þessar segulspólur, þetta segulmagnastraumurinn endanlegi sem býr til í þessum rafseglum hérna, norðurpól, suðurpól, norðurpól og suðurpól. Og þessi pólskór þeir koma næst sáturjárninu og yfirfæra segulsviðið yfir á sátrið. Svo að það gerur svo vel og hérna þannig að við hreyfum segul fram hjá leiðurum og spennu í sátrinu. Og þá höldum við áfram, hérna rafali með kolum og sleiturhringjum eins og handvirka setti hjá okkur hérna inn í 106 stofunni og við kennum hérna þá til sögunar þessa formúlu að hér samfasa snúningshraðinn, þá notum við hérna stöðulinn 60 því að tíðnin í riðum á sekundu en hraðinn meðað við mínútur og við margföldurum sinnum tíðnina, sinnum þá til dæmis 50 rið og deilum með pólpara fjöldanum. Og þá sjáum við hérna í snúningum mínútu hvað við þurfum að snúa rafalann hratt. Þá kemur það fram hérna eftir pólpara fjöldanum P hérna, litla P.
Og síðan sem sagt höfum við hérna áfram, þetta bara endurtekin, bara hér segir hvað þýðir hvað. NS náttúrulega snúningshraði pólhjólsins í snúningum á mínútu, F tíðnin í reiðum á sekundu og P pólparafjöldin, litla P. Síðan spönur fasaspenna og hér erum við þá að leiða fram hvernig við fáum spannaða fasaspennu. Við erum hérna ákveðin stöðul sem er fengin fram með þessum hætti hér og þannig að hraðinn hefur áhrif á þetta og þegar segulkraftlínu fjöldin hérna inn í formúlunni hámaks maksgildi segulkraftlínu straumsins og vafningafjöldin hefur auðvitað áhrif á það en við getum ekki breytt honum. Það er tvennt sem við getum breytt í þessu. Það er hraðanum, við getum hnikað honum aðeins til, hann hefur áhrif á spennuna, framleidda spennu. Við munum eftir því að þegar við settum álag á handstýrarafalann hérna inni, þá lækkaði náttúrulega tíðnin og jafnframt þá lækkaði spennan. Og síðan þegar við jukum hraðan, þá vantaði kannski aðeins upp á það að við næðum upp fullri spennu og þurftum að auka segulmagnastrauminn örlítið til þess að laga spennuna. Og hér hefur við þá áhrif frá mismunandi álagi. Það er sátursbyrna kölluð í ristilsrafala. Myndin hérna lengst til vinstri sýnir okkur áhrif frá raunálagi. Það hefur smávegis meira mótseglandi áhrif á rafalann og þannig að við þurfum að auka segulmagnastrauminn örlítið til þess að halda uppi réttri spennu. Í miðjunni þá erum við með spanálag, þar sem við sjáum að segulsviðið frá sátrinu, það keyrir hérna í gegn, segulkraftlínurnar hérna, keyra hérna móti segulsviðinu frá pólhjólinu. Því að þetta hittir það á að þetta akkurat á sama tíma á þessu augnabliki og þess vegna til þess að halda uppi réttri spennu út af rafalanum þá þurfum við að auka segulkraftin, segulmögnunarstrauminn ennþá meira inn á pólhjólið til þess að styrkja pólhjólsins. Þannig að við höldum uppi spennunni út af rafalanum með réttri. Þannig að þetta þegar við erum með marga mótora skiljiði eða spanálag, spólur sem álag á rafalann. Þá þurfum við þá þarf sjálfvirka spennustýringin, ef hún fyrir hendi, að auka segulmagnastrauminn ennþá meira til þess að halda uppi réttri spennu. En hérna lengst til hægri myndin af þegar við erum með rýmdarálag, marga þétta, eða það lítið af mótorum heldur mikið af rýmd, hvort sem það eru bara þéttar eða jarðkaplar eða eitthvað slíkt, jarðstrengir sem getur verið með mikil rýmd hugsanlega. Og þá sú rýmd, hún hjálpar til við seglun pólhjólsins og þá þyrftum við í rauninni að draga úr segulmagnastraumnum. Og þá sjáum við hérna að hér rýmdarálag, það virkar meðseglandi eða með segulmagnandi á pólhjólið. Þannig að ef við værum með það, þá þyrftum við að draga úr segulmagnastraumnum. Sjáum við hérna niður, hérna í M, við þurfum að draga úr honum. Og þetta svolítið við straum frá rafalann. Og hins vegar ef við verum með spanálag, þá það mótseglandi, að þá þurfum við að auka segulmagnastrauminn hérna til þess að halda uppi réttri spennu út af rafalann. Ok. Síðan varðandi afltap og nýtni að hérna höfum við einfasa formúlu og svo höfum við þryggjapasa formúlu fyrir raunafl eða bara afl og þá erum við að tala um vöttin
þegar við tölum afl, og þá munurinn á þeim það að við erum ekki með rótina 3 í einfasa afli, til dæmis þegar við erum að reikna út til dæmis kringum einfasa mótorana sem við gerum líka í þessum áfanga, en hins vegar ef við erum með 3-fasa afl, þá notum við kvadratrót af 3 alltaf í formúlunum. Sem sagt, aflið P í vöttum og þetta kalluð skautspenna U voltum og straumurinn í amperum, og aflið oft gefið upp í kilowattum eða megawattum og svo framvegis. Svo líka til stærri einingar. Ástimpluð afkastageta risturafla gefin upp í sýndarafli vegna þess að það getur verið mismunandi mikið fasvik í rásinni, og svo þurfum við að passa líka á því að straumurinn verði ekki of mikill, og þess vegna þetta gefið upp sem sýndarafl. Því að ástimpluð afkastageta rafvéla sýndarafl en ekki raunafl vegna þess að vélin getur full-lestast, straumurinn getur komið upp í hámark áður en að við erum búin að fá fullt raunafl. Ef að Cos-Phi eða raunaflsstöðullinn minni en 1 í álaginu, þá fáum við straum til þess að nota segulmagnamótora sem að ekki að vinna í því að búa til hreint raunafl, og þess vegna raunaflsmælirinn hann ekki komin í botn ef við erum með fasvik í álaginu. Þess vegna þetta gefið upp sem sýndarafl, afkastagetan á rafalunum til dæmis. Og síðan ef að við erum með breytilegan raunaflsstuðul, þá sjáum við hérna að ef að raunaflsstuðullinn 1, að þá getum við framleitt 10 kilowatt raunafl, og þá straumurinn 15,19 ampere, en ef að Cos-Phi væri 0,5, þá gætum við bara framleitt 5 kilowatt, helmingi minna, og þá eru konið upp í fullan straum 15,19 ampere. Við sjáum muninn á þessu. Þannig að rafalinn hann full-lestast straumlega séð í bæði skiptin, en þegar við erum með mikið fasvik þá getum við ekki framleitt eins mikið raunafl. Það svona innihaldið í þessu. Ok, og til dæmis ef við ætlum að prófa álagsprófa rafala, þá oft þegar þegar við prófum rafala, þá förum við eftir straumnum, straummælinum. Þegar straummælirinn komin upp í hámark, þá megum við ekki setja meiri straumálag á rafala. Það það sem við erum að passa upp á. Nú, ok, töp í ræsturafala, þetta eru núningstöp, járntöp og eirtöp. Tölum við upp hérna efstöpi. Og járntöpin skiptast í segultregðu, hverfistraumstöp, og þau eru háð tíðni, spönnuðu spennunar og þar með líka snúningshraðanum. Og þau breytast í rauninni ekki með álaginu. Eirtöpin, þetta eru straumhitatöp í spólum eða vöfum vélarinnar, en þau breytast með álagsstraumnum í öðru veldi. Ég hef einu sinni spurt út á prófi, ég held að flestir hafi tekið þetta rétt. Sem sagt, formúlan fyrir það, P, sem straumurinn í öðru veldi í öðru sinnum R. Við munum eftir þessari formúlu úr rafmagnsæði 100, og í næsta áfangan þá notum við þessa formúlu mikið. Því að við erum að reikna út raunviðnám sem að tilheyri bæði járnkjörna og eir í spólum ef við erum með aflmælingu. Þess vegna þurfum við að nota þessa formúlu heilmikið áfram. Já, það yfirleitt, já, ég til dæmis með þetta formúla þá alltaf til að þið hafið það þegar ég var með á síðasta prófi og ég verð með það næst líka.
svifprófessorverðunar. Og síðan hérna nýtnin, hún það bil 97% í litlum vélum og upp í það bil 98% í stórum vélum, og hérna nýtni formúlan, aflið út deilt með aflinu inn, og þetta orkan sem sagt hún breytist í hita, tapast í hita, og hitinn flyst burt með kælilofti, eða ef að rafalinn væri til dæmis vatnskeldur, þá færið með kælivatninu, og síðan hitna líka einstakir hlutar vélarinnar. En sem sagt, hitinn hann má ekki vera það mikill að einangrunarefni í vöðvunum vélarinn skemmist. Og svo vorum við með hitaflokk rafvéla í kafla 19. En þegar við erum með svona rafala sem með kolum og sleituringjum, þá eins og inn í stofunni, þar vorum við með ástengda segulmagnavél, og nú förum við gegnum mismunandi aðferð við segulmögnun eða frágang á þessum búnaði, og þar gætum við líka verið með spennustýringu sem að tekur annarkot bara frá neti aflið, bara tengt við 230 volt eða einhverja spennu aðra inn, og síðan með týrstórum, sjáðu hérna, þetta táknmynd af týrstór. Þá straumurinn stýrður hérna inn á segulvafið, inn á pólhjólið, með því að stjórna straumnum með svona týrstórastýringu. Og þetta oft notað. En í þessu útfærslu þá erum við með talsvert mikið viðhald á sleituringjunum og skiptum kol og hérna halda þessu pússuðu og fínu, sléttu og fægðu og slíkt. Þannig að það heilmikið viðhald á þessu. Og þannig að hérna þess vegna var farið út í það að yfirfæra segulmögnunina með segulsviði inn á ásinn. Og það þá gert hérna með snúð, sem sagt, með því að vera með sérstakann segulmögnar rafala á ásnum, og hann hérna lengst til hægri. Og þetta útfærslan var kölluð Marcon-rafali í bókinni sem við vorum með. Og þá hérna afriðun hérna með díóðum á milli pólhjólsins og segulmögnar-rafalans, og svo sjáum við þetta lengst út á endan bara viftuna, kæliviftuna á rafalanum. Og sem sagt Marcon-rafalinn, þann tengist þá upp svona að það yfirfærist með segulsviði. Það eru segulpólar hérna allan hringinn í húsinu. Það númer 1 hérna sem yfirfærist á þessi vöf, þryggjafasa hérna í segulmögnunarrafalanum, og síðan verður hérna afriðun. Það eru 6 díóður hérna í þessu númer 3 og sem að breytir þryggjafasa riðstraum í jafnstraum fyrir pólhjólið. Því það eru í rauninni rafseglar. Pólhjólið eru rafseglar. Og sem að pólhjólið snýst inn í sátrinu, og sátrið framleiðir svo spennu og straum fyrir álagið. Og við tökum inn á spennustýringuna svona hluta af framleiðir spennu hérna, og breytum þessari riðspennu í jafnstraum inn á segulpólana hérna sem í húsinu. Og þannig að segulmögnunarstraumurinn, hann yfirfærist, þessi segulmögnunarstraumur sem kemur inn í rafseglana í húsinu, að við getum aukið og minnkað segulmögnunarstrauminn hér, og þá segulmögnum við segulmögnunarrafalan mismunandi mikið til þess að fá hæfilega mikinn segulmögnunarstraum, jafnstraum, inn á pólhjólið, og þar af leiðandi hæfilega háa spennu út af rafalanum. Því að við erum að stilla spennun út af rafalanum með því að breyta segulmögnunarstraumnum, eða spennustýringin framkvæmir það sjálfur fyrir okkur. Og hérna erum við með stillimótstöðu sem við stjórnum spennunni. Ef við berum saman Marcon-rafalan og Stamford-rafalan, þá það sem að vantar hérna í Marcon-rafalan, það
þessi hérna út á endanum, það sísegulrafalinn. Og þá sjáum við sem við höfum bæst hérna við á ásinn, það eru síseglarnir hérna, lengst til hægri. Og þeir eru merktir hérna 6A. 6B svo sátur í húsinu, þriggja-fasa sátur frá sísegulrafalanum. Og það rauninni aflið til þess að búa til segulmagnastrauminn. Það tengist inn á spennustýringuna sem hérna númer 7, sem að fær líka upplýsingar eða raungildið frá sátrinu sem númer 5. Og ef að spennan ætlar að lækka þá sendur hún meiri segulmagnastraum inn á segulpóluna sem hérna númer 1, sem að segulmagnar rafalan sem númer 2 og hann sendir þriggja-fasa reiðstraum hérna inn á díóðbrúna sem númer 3 sem að afriðar þriggja-fasa reiðstrauminn og býr til segulmagnastraum, jafnstraum fyrir pólhjólið sem númer 4. Og pólhjólið það spanar upp spennu, það með segulsviði sem að snýst hérna inn í sátrinu sem að spanna upp spennu og straum í sátrinu og framleiðir afl til álagsins. Hérna í númer 5, þetta sátrið. Þannig að það sem að bætist við í stampótrafalanum, það sísegulrafalinn sem lengst hérna til hægri. Stampótrafalinn, hann bætir hérna við sísegulrafalanum. Og þá hérna erum við ekki með það á hættu að missa segulleifarnar sem að í rauninni stampótrafalinn þarf að byrja að framleiða með. Í rauninni það í rauninni segulleifar hérna í húsinu í þessu segulvafi fyrir segulmagnavélina. Hann í rauninni byrjar að framleiða þar. Ef að rafalinn missir segulleifarnar, þá nóg fyrir okkur að setja batteri hérna milli X og XX. Bara passa að það betra að póla það rétt, en hann myndi sjálfsagt ná að bara snúa því við og segulmagnast og komast í gang. En það er svona vissar að reyna að hafa rétt að pólum, tjekka á henni. En við ættum ekki að lenda akkurat í þeim vandræðum með stampótrafalann vegna þess að sísegulrafalinn, hann byrjar alltaf að framleiða straum á meðan að síseglarnir eru. Og yfirleitt það ekki það sem að bilar í þeim rafalum. Þannig að við ættum að geta hafið framleiðsluna út frá því. En þá eitthvað annað sem að geti hafa bilað. Já. Og síðan hérna alternatorinn, hann í rauninni lítið módel af þessum rafala sem með hér eða hér. Því að þar erum við með kol og sleituringi. Ef við skoðum hérna alternatorinn, þá erum við hérna með, þetta í rauninni pólhjólið og það ein spóla inn í pólhjólinu þar, kol og sleituringi hér. Hér stjórnað straumnum til að fá hæfilega spennu út af hleðslu spennu fyrir rafgeymana og þá hérna pólhjólið útbúið þannig að það skiptist á norðurpól og suðurpól, þannig að það grípa hérna hvorum á öðrum, allan hringinn, og spana upp strauminn í þriggja-fasa sátrinu hérna í alternatornum. Og síðan kemur þetta inn á díóður sem eru í húsi alternatorsins yfirleitt og þá fáum við þaðan plús og mínus inn á rafkerfi hjá okkur í bílnum og þá til þess að hlaða rafgeyminn. Ok. Síðan, þetta var svona aðeins hérna til þess að taka alternatornum með, af því að hann skyldur þessu. Og svo það samfessunin. Hérna höfum við samfessunarbúnaðinn, ef við erum með 2 rafala eins og við vorum út í vélasalnum, að þá þurfum við náttúrulega 2 aflroða fyrir rafalana. Við þurfum að vera með 2-falda spennumæli, 2-falda tíðnimæli og samfessunarljósin og samfessunarsjána. Og
hér er samfærslunarstnari til þess að stilla samfærslunarmælana inn á þann rafala sem er að koma inn á netið. Þannig að hérna er greinilega rafal 1 komin inn á netið miðað við hvernig samfærslunarstnarinn er að tengja í augnablikinu. Hann er að tengja frá rafala 2 hérna. Og skilyrðin sem við þurfum fyrir samfærslunni, það er það að það sé sama spenna á rafala og safneinum, að spennar hafi sömu tíðni og velja rétta augnablikið til þess að tengja rafalan við netið. Og við sjáum hérna að þetta er svona vektoramyndir af spennum frá rafalunum og ef við sjáum hérna myndina lengst til hægri hérna, að þá erum við með ákveði hérna fasamun eða tímamun á milli spennana á L1 frá rafala 1 og L1 frá rafala 2. Og þarna mættum við ekki fasa saman. Þess að þessi munur verður að vera helst lítill sem engin. Helst falla alveg saman. Og þannig að hérna, en frumskilur ef að rafal er að koma úr viðgerð eða nýr rafal er að koma inn á netið í fyrsta skipti, það er það að athuga með fasaröðina og hana getum við kannað með dimmutengingu samfærslunarljósanna. Og ef að ljósin blikka í takt, að þá er fasaröðin rétt ef að þetta er tengt svona. Þess að það er hvert ljós tengt frá viðkomandi fasa, frá safneinum inn á sama fasa frá rafala sem að tengist viðkomandi safnein. Þannig að þá blikkaði takt ef að fasaröðin er rétt. Og við gætum í rauninni verið með tæki ef við kemumst að tengingum að ofanverðu og neðanverðu á rafalarofanum og ef að er sama fasaröð að ofanverðu og að neðanverðu á rofanum sjálfum, að þá er allt óhætt. Þá erum við með rétta fasaröð. Ok, síðan þegar við erum að fasa saman, þá er eiginlega alltaf þessi tenging á samfærslunarljósunum höfð. Það er sem sagt þessi dimmljósa tenging, eins og kölluð í bókinni. Að þá er miðljósið, það er slökkt þegar rétt augnablikið, en það er týra á H1 og H3. Þarna perunum frá til vinstri og hægri. Og það er vegna þess að við sjáum einhvers konar svona hringhreyfingu á ljósunum þegar maður fara að fasa saman. Það er betra að átta sig á því hvenær við erum fara að nálgast rétt augnablikið þegar við erum að notum þessa dimmljósa tengingu. Þess vegna er hún notuð yfirleitt við samfærslun. Og síðan hérna aðeins varðandi framkvæmd samfærslunar og hér erum við gætum við verið með allstraumsmótor sem hefur áhrif á olíugjöfina til þess að auka eða minnka snúningshraðann á dísilvélinni til dæmis og innkomandi rafali, hann þarf að vera á örlítið hærri tíðni svo að hann komi inn sem framleiðandi þegar við hittum á rétta augnablikið og þannig að það getum við gert með svona snara. Svona snara búnað sáum við til dæmis í Kínabáts teikningunum. Ok. Og síðan hvernig við jöfnum raunálagi milli véla eða rafala, að það er gert með því að stilla óskgildi hraða aflvélar. Þess að P, aflið, raunaflið, vöttin, þau eru jöfnuð á milli rafalana með því að stilla óskgildi hraða aflvélar. Ok, og síðan til þess að jafna launálagi milli véla, að þá förum við eftir straummælunum. Að við stillum það til dæmis með spennustilli viðnáminu. Við hækkum spennu þar sem er minni straumframleiðsla og öfugt.
til að draga úr á hinum rafalanum. Þetta það sem ég svona tók saman rafalana og ég ætla að setja þetta inn á, þetta í upptöku og ég ætla að setja þetta inn á undirefni og hérna, svo ætla ég alltaf að renna yfir atriði varðandi mótorana. Já, ég ætla að setja þessu glærinu inn, já. Og svo varðandi mótorana og við hérna erum að tala þá skammhlaups-mótora og það sem við sjáum hérna skorna skammhlaups-mótora, við sjáum hérna í snúðinn og við sjáum hérna í nótirnar hvernig að spólurnar eru raðað hérna í og ef við bara tökum dæmi þegar við erum með mótorinn í þessu ástandi hérna, til dæmis ef við nefnum kúluprófunina, að þá hérna ef að borgar sig að vinda svona mótor, ef mótorinn svolítið sérstakur eða það stór eða eitthvað sem að veldur því að borgar sig að endurnýja vöðvinn í honum, að þá kúluprófun framkvæmd eftir að búið að tengja enda á vöðvunum saman og það rauninni þá gert á hinni hliðinni sem við sjáum ekki í hérna. Þetta greinilega bakhliðin á þessu. Þannig að þá tengt saman endarnir lóðaðir saman og þegar búið að lóða saman endana þá spenna sett á mótorinn, svona með að segja kannski hálfspenna og kúla sett inn í og ef að kúlan eltir segulsviðið þá hefur verið lóðað rétt saman allar spólurnar og þá virkar hverfisegulsviðið rétt og þá okkur óhætt að halda áfram með að setja mótorinn saman og setja hann í lökkun. Þannig að stuttasvarið þessu kannski að hvenær kúluprófun framkvæmd, það það þegar þegar verið að skipta vöf í mótor og áður en að mótorinn fer í lökkun. Og svo aðeins samanburður við jafnströmsmótor. Hér sjáum við að jafnströmsmótor hann með undinn snúð en sjáum hérna skammhlaupsmótorinn, þann skammhlauptu snúðurinn hérna. Svolítið gríðarlega munur á þessu og svo þessi strömvendir hérna með kolum og vendigeirum hérna á strömvendinum. Og mikið viðhald á þessu sem að ágætt að losna við og með því að nota skammhlaupsmótora frekar heldur en jafnströmsmótora. Og svo bara samsetning á skammhlaupsmótorum sem ég ætla ekki að fara djúpt í og svo þetta í rauninni varðandi pólafjölda og þetta sama taflan og við skoðum áðan varðandi rafalana og bara formúlan til þess að sjá út samfasasnúningshraðan, hraða hverfissegulsviðsins sem kallaður samfasasnúningshraði, að þá sjáum við hann, getum við reiknað út hérna og þá sjáum við það hér eftir hvað hann mörg pólpör eða margra póla, þá sjáum við snúningshraðan hérna lengst til hægri á hverfissegulsviðinu. Ok, þetta var nú aðeins það. Þannig ég tók bara töfluna beint til þess að þið sæjuð muninn á þessu. Og síðan það hérna, þá við fórum í það aðeins að skoða hvernig að hverfissegulsviðið myndi myndast, en við þurfum ekkert að fara djúpt í það núna. Við rétt litum á það og við sáum það á mismunandi stöðum í riðspenninni, hvernig að segulsviðið breyttist í mótornum, segulmiðjan færðist til, svo að við áttuðum okkur á því að hverfissegulsviðið myndaðist með þessum hætti. Og þá ætla ég bara að fara í fleiri praktísk atriði varðandi mælingaverkefnin til dæmis og það hvernig við getum snúið við hverfissegulsviðinu í mótornum. Og það snúningsáttaskiptingin, hún framkvæmd til dæmis með annaðhvort handvirkum víxlrofa eða svona tveimur segulrofum eins og við sáum í færibandaverkefninu og þá erum við bara
sitt hvort segulrófan að gefa sitt hvora fasaröðina inn á mótorinn og í stýrrásinni þá eru hafðar snertur til þess að koma í veg fyrir skammhlaup. Og það eru þessar snertur hérna. Þannig að við erum með snertu úr spólu K1 sem gefur okkur aðra fasaröðin inn á mótorinn í straumrás að K2. Þannig að ef að K1 er inni þá rífur hann rásina að K2 þannig að K2 kemst ekki inn. Þannig útilokaðu það að geti orðið skammhlaup í þessari rás. Þannig að K1 og K2 geta aldrei verið inni samtímis. Ok, bara smá upprifjun varðandi þetta. Svo aðeins varðandi hérna mjúkræsi að þetta er önnur aðferð við að lækka ræsistraum og þess að hinn aðferðin var náttúrulega stjörnuþríðsræsingin og báðar aðferðnar áttu það sameiginlegt að minnka spennuna, lækka spennuna til þess að ræsistraumurinn yrði lægri. Og íhlutirnir í kraftrás mjúkræsis heita týristorar. Eitt stykki hérna heitir týristor. Ok, svo lærum við aðeins meira það í rafeindatækni. Hraðastýring. Við erum með græju hérna sem að tekur inn 3 fasa riðspennu eða í einhverjum tilfellum 1 fasa, til dæmis fasa 0 og breytir yfir í jafnstraum og býr til 3 fasa riðspennu aftur fyrir mótorinn með mismunandi tíðni og spennu til þess að hraðastýra mótornum. Og hérna þetta er gert með mjög hárri tíðni og þess vegna eru kaplar yfirleitt frá svona hraðastýringum og að mótorum, þeir eru skermaðir og það er sýnt með þessari tunnu hérna sem táknar þessa skermingu sem er þá járnbundið hérna í festingunni við tíðnibreytin eða hraðastýringuna og við mótorinn líka þá er þar nippill sem að hérna tengir allan hringinn, skerminguna, við umgerð mótorsins. Þannig að það þarf að passa að ganga vel frá þessu svo að hátíðni slepp ekki út og þetta er sérstaklega mikið atriði í skipum að við fáum ekki inn truflanir sem geta valdið vandamálum í öðrum tækjum, viðkvæmum kannski stýribúnaði eða einhverju slíku. Nú, síðan, þegar við erum með hraðastýraða mótora, þá þurfum við yfirleitt hitaliða vörn. Því að oftast eru svona mótorar loftkældir og ef það eru undir lágum snúningshraða og miklu álagi, þá geta þeir hitnað. Og þá þarf að passa að það verði ekki fyrir of miklu álagi, þannig að það er kannski stillt í yfirráðsvörninni, í hérna hraðastýringunni. En yfirráðsvörn hefðbundin sem er tengd í straumrás mótors virkar ekki þegar við erum með svona hraðastýringu og hérna mótor, því að yfirráðsvörnin hún mælir strauminn sem að mótorinn tekur og yfir þá tekur mótorinn eðlilegan straum. Þannig að yfirráðsvörnin hún slær ekki út ef að mótorinn hitnar og hitnar og hitnar. Það er bara að skynjarinn í hitaliðavörninni sem að mælir nákvæmlega hitan á mótornum sem að getur varið mótorinn. Við verðum að nota hitaliðavörnina til þess að slá mótornum út og oftast þá er í hraðabreytunum eða tíðnibreytunum þar er inngangur fyrir skynjun á hitastiginu á mótornum. Þannig að það er þá líka til í dæminu að það er skynjað, hitin er líka skynjaður hérna. Og þá bara slær hérna hraðastýringin út ef að hitin verður of mikill á mótornum. Ok, síðan varðandi hraðastýringu og skrikun mótors. Hérna er bara smá dæmi. Við erum með 4 póla skamsúsmótor. Hann á að tengjast við tíðnibreyti til
hraðastýringar og þá má gera ráð fyrir mikil skrikun við fullt álag og við tökum hérna 1200 snúninga á mínútu. Og hvað þarf þá hraðastýring að senda út háa tíðni á mótorinn ef skrikunin er 82 snúningar á mínútu? Þá þurfum við að bæta þessum snúningum við hverfisegulsviðið. Þannig að hverfisegulsviðið verður að vera 1282 snúningar á mínútu, skiljið. Til þess að mótorinn verði á 1200 snúningar á mínútu. Já, snúðurinn snýst alltaf hægar heldur en hverfisegulsviðið. Ok? Og við erum með hérna formúluna fyrir samfarsasnúningshraðann. Það er tíðnin sem 60 deilt með pólparafjöldanum og við þurfum að til þess að athuga hvað hraðastýringin þarf að gefa út háa tíðni, þá þurfum við að einangra tíðnina. Og tíðnin er þá samfarsasnúningshraðinn sinnum pólparafjöldin deilt með 60. Og þá skulum við prófa að reikna þetta hérna. Þá höfum við hérna, við verðum með 1282 snúninga sinnum pólparafjöldin er, já, það er kannski ekki jú, 4 póla, þá eru 2 pólpör sinnum 2 og svo deilum við með 60. Þá þarf sem sagt tíðnin sem að sendir út að vera 42,73 hertz. Það er að skrifa hérna svarið aðeins inn í glærurnar. 43,7 nei, sagði 42,73 hertz. Svona, ok. Og viðst það. Ok. Þannig að þá vitið þið hvernig að reikna það út. Síðan varðandi spennumerkingu og tengingar. Ef að mótor er merktur 230/400 volt, þá er lægri spennan alltaf fasaspenna mótorsins. Og það er þríhyrningstenging. Þannig að það er þríhyrningstenging. Og hærri spennan 400 volt er fyrir stjörnutengingu, þriggja-fasa 400 volta kerfi. Það var með það alveg á hreinu. Ok. Og svo ef það væri einhver önnur spennumerking og það er alltaf rótin af 3 er þarna alltaf hérna á milli. Ef við markvöldum 230 sinnum rótin af 3 þá fáum við 400 volt. Ef við erum með 400 volt sem lægri spennu þá er sinnum rótin af 3 þá fáum við 690 volt og svo framvegis. Ok. Sá erum við þetta á hreinu hvernig við höfum að tengja mótorinn við mismunandi spennur. Síðan aðeins varðandi einfasa mótor og þéttisræsingu. Og hérna hér varðandi það líka ef við þurfum að skipta snúningshraða. Á einfasa mótor þá erum við með oft miðflótaaflsrofa, þannig að hann rífur straumrásina að hjálpaafanu þegar mótorinn er kominn á ferð. Og hins vegar nefnir hann hérna í textanum að gæti hugsanlega líka verið einhver tímaliði hérna. Það segir hérna tímaliði eða miðflótaaflsrofi. Frátengir hjálpaafið þegar mótorinn er kominn á hverjum snúningshraða. Og þá hérna gengur einfasamótorinn oftast á aðalvafinu eingöngu. Reyndar það eru til mótorar sem eru með hérna gangþétti. Þannig að þá myndir rauninni bara tengjast yfir á gangþéttin í staðinn. En við erum ekki með teikningu af því. Það er tekið betur fyrir í síðasta ákvæðinu. En ef við þurfum að snúa við snúningsátt á svona einfasamótor, þá er annaðhvort að víxla tengingun á aðalvafinu eða á hjálpavafinu. Sjá, hérna er búið að víxla tengingum á aðalvafinu.
Ok, þá veitum við það. Þetta var svona það helsta sem ég ætlaði að fara í gegnum í þessum glærupakka hér. Og þá ætla ég að leyfa ykkur aðeins að glíma við hérna eitt æfingapróf sem við færum þá yfir á það. Jú, allt í lagi. Þá ætla ég bara að hérna stoppa upptökuna núna og á morgun þá förum við yfir próf, það ekki smá.